Góðan daginn og verið velkomin. Gaman að sjá svona marga í dag. Því miður stangaðist á við fjárfestafund TM, en það greinlegt að menn hafa geta skipt sér eitthvað á fyrirtækin. Ég kannski bara byrja á að segja að við erum ánægð með uppgjörið og þetta er besti fjórðungur sem félagið hefur haft og fylgir bara ákveðnu leyti eftir góðum þriðja fjórðungi. Og hún Hrönn ætlar að fara yfir þetta. Svo kom önnur frétt náttúrulega frá okkur að samrekstur með Nova var samþykktur af Samkeppniseftirlitinu sem er búið að vera nokkuð langt ferli. Og það er auðvitað bara þá tækifæri í því að setjast niður með Nova í framhaldinu og reyna að ná samningum það. En eins og með annað önnur svona verkefni þá þetta er ekkert búið fyrir við erum búin að semja, en það er auðvitað búið að vinna heilmikla undirbúningsvinnu í málinu, þannig að við erum svona að miða við að næstum mánuðum gæti það legið fyrir hvað verður. Þannig að það er mikilvægt að taka fram að þær horfur sem að félagið setur fram eru ekki með þessu inni, út af þetta er auðvitað óvissu háð. Þannig að þær horfur sem við setjum fram eru í rauninni miðað við þann rekstur sem það fyrirkomulag sem er í dag hjá félaginu. En ég ætlaði bara að gefa Hrönn boltann og svo ætla ég og Kjartan að fara aðeins yfir þetta samrekstrarmála áður. Það er kannski orðið langt síðan þetta var kynnt síðast fyrir markaðnum og við getum allavega sagt ykkur út á hvað þetta gengur og svo framvegis. En það er náttúrulega erfitt að vera að fara nákvæmlega onni í einhverjar tölur í þessu sambandi þar sem að samningum, þar sem við eigum eftir þessa 3 mánuði með Nova að fara yfir málinu og ná saman þau. Þannig að ég gef bara Hrönn orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir og góðan daginn. Ég ætla að renna yfir uppgjörið með ykkur og langar að byrja að fara yfir fjórða fjórðunginn. Og svona helstu niðurstöðurnar. EBITDAn var 763 milljónir og eins og Stefán sagði, þetta var helsti fjórðungurinn okkar, fjórði fjórðungurinn frá því að félagið varð samstæðu og hækkaði þá 4% frá fjórða fjórðungi 2013. Nú EBITDA hlutfalli 22,4% og EBIT 12,9%. Nú rekstrakostnaðurinn hann lækkar 5% á milli ára og tekjurnar eru 2% hærri á fjórða fjórðungi ef við tökum tillit til lúkningunar og það sést aðeins betur að glæra á eftir. Nú efnahagsreikningur okkar er áfram sterkur, styrst enn frekar er komin í 54,7% eiginfjárhlutfall og handbært fé frá rekstri er 22% hærra heldur en á fjórða fjórðungi 2013. Það er laus sæti hérna á fremsta bekk ef einhver vill koma hingað. Nú selda vörur og þjónustu eru 3.407 og lækkar það 1% á milli ára ef við erum ekki að taka tillit til lúkningar. Kostnaður seldra vara er 1844 milljónir og lækkar 2%, þannig að framleiðin okkar eru 1563 milljónir og er 45,9% framleiða hlutfall en var 45,1% á sama tímabili í fyrra. Nú rekstrakostnaður er 1125 milljónir og hann er að dragast saman eða lækka 5% á milli tímabila. Við ræddum þetta dálítið í þriðja fjórðungsuppgjörinu ef við muni eftir því að kostnaðurinn okkar er alveg að sveiflast innan ársins og náttúrulega þarf ekki endilega alltaf að falla eins til á ársfjórðungum eins og árinu undan. Nú EBITDAn 763 milljónir og EBITDA hlutfalli á 22,4% á móti 21,4% í fyrra og EBIT 438 milljónir, hrein fjármagnsgjöld 96 og hagnaður tímabilsins 273 milljónir á móti 201 eða hækkun 72 milljónir eða 36%. Nú, ef við leiðréttum hérna fyrir lúkningu, þá það er minni áhrif af lúkningunni á þessu tímabili, 75 milljónir á veltuna og 81 á kostnaðarverði, þannig að netto er þetta 6 milljónir. Nú horfum á starfsþættin okkar, þá er farsíminn að draga saman 100 milljónir og stærsti þátturinn þarna er vegna lúkningar eða 8% og þetta er mjög takt við fyrri fjórðunga hjá okkur.
Internet að dragast saman 7% á milli tímabila. Fastlínan þarna 372 milljónir og dragast saman 56 milljónir eða 13%. Sjónvarpið að aukast hjá okkur 6% og svo aðrar tekjur 31% og þar telur langmest vörusalan og það snýr mest að GSM, að kom nýr GSM, hérna fyrir ekki iPhone 6 út hjá okkur og mikil sala tengt honum. Samtals þá tekjurnar 3.407 og dragast saman 1% eins og ég sagði. Ef við horfum hérna aðeins á fjórðungun okkar og þá sjáum við hérna fjórði fjórðungur besti, alveg eins og þriðji var á síðasta ári. Ef við löpum aðeins í gegnum EBITDA-brúna, þá byrjar EBITDA í 735 eða sérst frá því í fyrra. Neikvæð áhrif eru rauðu kassarnir og jákvæð eru gráu og þá farsíminn og fastlínan og internetið að hafa neikvæð áhrif en sjónvarp aðra tekjur jákvæð. Kostnaður og annar rekstrarkostnaður sjálfsög án afskrifta, þannig að það svona lítil áhrif að kostnaður sjálfra að vera en annar rekstrarkostnaður jákvæð áhrif upp á 58 milljónir. Þannig að samtals þetta 763 milljónir í EBITDA. Sjóðstreymið, handbært fé frá rekstri 829 milljónir og eykst 22% eins og ég kom inn á áðan. Fjárfestingarhreyfingarnir miklu minni á þessum ársfjórðungi. Við ræddum það líka þegar uppgjörið var á þriðja fjórðungi og þetta sérst 301 milljón á móti 548 milljónum í fyrra og fjármögnunarhreyfingar 471 milljón og kannski ber að geta þess að inn í því eru endurkaupa hlutafé sem við tilkynntum í lok ágúst og byrjaði 1. september hjá okkur. Kemur kannski aðeins betur inn á það hérna fyrir ársuppgjörið. Og breytinga handbæru fé þá 57 milljónir og frjálsa fjárflæði 627 á móti 295, 113% breytingin á milli ára. Ef við vindum við bara í ársuppgjörið og þá sjáum við að selda vörur og þjónusta eru 13.236 milljónir og standa nokkurn veginn í stað milli ára, hækkun upp á 60 milljónir. Kostnaður seldra vara eru 6.950 milljónir og þar að leiðandi framleiðin 6.286. Framleiða hlutfalli 47,5% á móti 44,8% fyrir ára undan. Rekstrarkostnaður 4,5 eða 4.501 á móti 4.364 og eykst 3% og við vorum búin að segja frá áður þar eru 53 milljónir vegna forstjóraskipta inn í þessari tölu. EBITDAn 3.092 á móti 2.996 og þetta er aukning 3% og tæplega 100 milljónir og EBITið er 1785 milljónir og eykst 16% og hreinu fjármagnslið lækkun 14% á milli ára. Og þar er fá að hagnað upp á 1.094 og þetta er aukning 247 milljónir á milli ára eða 29% og svo sjáum við hlutfallin fyrir neðan. EBITDA hlutfall að fara 22,7 í 23,4% og EBITDA úr 11,7 í 13,5. Hérna leiðréttum fyrir lúkningunni, ekki staldra neitt lengi við en það er hérna áhrifin á tekjur 289 við þá að vöxtur í tekjum 3%. Kostnaðarverðið væri þá að standa í stað og svo tökum við inn áhrifin á forstjóraskiptunum. Við sjáum svona hvernig staðan er eftir þetta er leitt út. Og síðan starfsþættirnir, þá er sérst farsíminn 8% niður á milli ára, stærsti þátturinn lúkning, internetið niður 1% á milli ára, fastlínan er þarna 9% niður en sjónvarp er 18% upp og svo aðra tekjur 23% upp. Þannig að svona í bottom line er þetta lítil, eða sérst raun og veru næstu að pari með við ára undan. En mikil breyting innbyrðis samt sem áður. Við ákvæmum að sýningu þessa glæru sem sýnir raun og veru hvernig EBITDA bæði í fjárhæðum og í hlutfalli hefur verið að þróast síðastliðin 5 ár og þið sjáum þá hér að þetta er besta árið okkar síðastliðin 5 ár. Þar sem við erum með EBITDA upp á 3.092 og 23,4% EBITDA hlutfall. Sjóðstreymið, handbært fé frá rekstri, 2.479 og eykst 14%. Fjárfestingarhreyfingarnar eru þarna 1.572 milljónir, þetta eru 11,9%.
í hlutfalli af veltu. Og við ræddum það í síðasta uppgjöri að við reiknum með að vera evrumörkum 12%. Þannig að við erum eiginlega akkurat á því targeti sem við vorum búin að gefa upp. Nú fjármögnunarhreyfingar af þessum 709 sem eru 156 milljón vegna endurkaupa og hlutafé. Nú breytingar á handbæru fé þá 198 milljónir og við áttum 335 í upphaf ársins og endum það árið í 528 milljónum og frjálsa fjárflæði það í 1293 og það dregst saman 11% á milli ára. En við athygli á fjárfestingarhreyfingarnar upp 18%. Það meira fjárfest árið 2014. Og við vorum svo sem búin að ræða það á hinum uppgjörsfundunum, hvernig við reiknum með þróun af því. Nú varðandi helstu kennitölur í efnahagsreikningnum, við erum komið með eiginfjárhlutfall úr 49,4 í 54,7%. Hreinar vaxtabærandi skuldir eru rúmir 4,5 milljörðum og net debt to EBITDA 1,5 og veltufjárhlutfall 1,5. Þannig að eru allar kennitölunar okkar að batna í efnahagsreikningnum. Nú síðan eru það horfurnar okkar fyrir 2015 og eins og Stefán kom inn á, við erum ekki að taka tillit til áhrifa samrekstrarfélagin í þessum tölum. Það er ómikil vinna eftir í því, en við munum vantilega uppfæra þá horfurnar þegar það liggur fyrir, ekki rétt. Nú 3,1 til 3,3 í EBITDA er það sem við erum að horfa fram á og fjárfestingarhlutfall á bilinu 10,5 til 11,5%. Og Stefán, gjör svo vel, þú ekki koma aðeins inn á þetta betur? Ég koma þetta og fara yfir samreksturinn, takk fyrir Hrönn. Eins og þið sjáið þá búin að hækka þetta aðeins EBITDA-horfurnar og við ákváðum að þrengja bilið aðeins í fjárfestingarhlutfallinu. Við höfum talsvert verið að ræða fjárfestingarhlutfallið okkar á milli. Við teljum það eigi að geta verið að svona meðaltali 11% miðað við þennan rekstur sem við erum með í dag. En það er auðvitað þannig að það getur verið mismunandi í þessu bili eftir árum. Og ég ger kannski ekki ráð fyrir að við verðum nær 10,5 í þetta árið, en við munum halda okkur inni fyrir innan þetta bil. Því eins og ég hef sagt þá stjórnum við okkar fjárfestingum. Það er ekki nema að koma upp einhver sérstök mál eins og að kaupa fyrirtæki eða kaupa nýtt eitthvað sem að það ætti að breytast. En við ætlum að fara aðeins yfir samrekstrar málið og svona aðeins að gefa ykkur út að þetta felur auðvitað í sér breytingu á okkar innviðum. Þá ætlum við aðeins að gefa ykkur stöðu á bara svona innviðum félagsins. Vodafone er innviðafyrirtæki. Þetta er eitt af því sem kom mér á óvart þegar ég kom að félaginu, hafandi verið á fjármálamarkaði eins og þið, og þó ég var ekki greinandi á félaginu þá hafði ég náttúrulega fylgst með því koma á markað og svo framvegis. Og þetta er svona eitt af því sem hefur komið mér á óvart með Vodafone, hversu mikið hefur verið byggt upp af innviðum og svona á sviði fjarskipta í gegnum tíðina. Og Kjartan sem hefur náttúrulega staðið í brúnni í því, búinn að vera hjá félaginu í einhver 15 ár, þá nánast frá stofnun. Þannig að hann ætlar að koma og fara aðeins yfir það með mér. En fyrst ætlum við kannski aðeins að taka samreksturinn, gjör svo vel Kjartan. Og kannski bara byrja á því að þetta er alltaf byggt á, við bara komið aðeins nær út af mikrofóninu hér, en þetta er byggt á mörg erlendur dæmi. Já, þetta módel snýst að svona joint venture koncept sem er þekkt mörgum stöðum erlendis. Það er mörg dæmi þetta á Norðurlöndunum til dæmis og við notum svolítið módel sem hefur verið frá Danmörku, Telia og Telenor og fengum meðal annars ráðgjafa þaðan til að hjálpa okkur með þetta. Þetta er félag sem er í jafnri eigu okkar, Vodafone og Nova, og á sameinað GSM 3G og 4G dreifikerfi. Það þýðir að sendarnir og tengdubúnaðir eru lagðir inn í félagið og sameinaðir. Og þetta er svolítið projekt að sameina og við erum leið að taka svona að innleiða þessa nýju tækni sem kölluð Single RAN. Ég ætla nú ekki að flækja ykkur of mikið í tækninni,
En áður þá eru sendarnir þannig byggður upp að þú ert með einn sendi fyrir GSM, annan fyrir 3G og þriðja fyrir 4G. En nú þetta svolítið að færast inn í sama sendin og svo bara mismunandi módúlar. Og það mikið tækifæri í þessu í hagkvæmninni. Og svo náttúrulega er þetta líka þannig að bæði fyrirtækin þau hafa byggt upp sín kerfi og þannig að við erum með búnað á ólíkum stöðum og með þessari tækni og náttúrulega við erum að setja saman tvö kerfi þá er tækifæri að fækka þessum stöðum heilmikið og við náum alveg, það er alveg heilmikið hagræðing í rekstrinum sem við náum með því að fækka sendastöðunum. Við erum ekki endilega að fækka sendum með 2G, 3G og 4G. Við erum bara að setja það saman á sama stað. Og þetta kemur bara vel út. Ávinningurinn okkar af þessu er náttúrulega sá að við getum byggt upp öflugra og betra dreifikerfi, bætt upplifun viðskiptavinum okkar með eiginlega hagkvæmari hætti heldur en við gærðum einir og sér. Þannig að þetta er eiginlega svolítið ef að svona samstarf gengur upp þá er þetta mjög spennandi kostur. Já, það er svo sem kannski þetta er náttúrulega mikill áfangi eins og Stefán sagði að ná þessari samþykkt hjá Samkeppniseftirlitinu, en það er eftir nokkur skref, þannig að þetta er ekki orðið og við höfum eftir að semja nokkra hluti á milli okkar. Og já, svo segi ég, þetta er svona 3 ára projekt í byrjun að sameina kerfin og gera þau svona innleiða þessar nýju tækni og það er heilmikið verkefni í því. Já, þetta. Þetta er að vissu leyti bara eins og sameining. Það er bara að vera að sameina ákveðin tæknilegan infrastruktúr á einn stað og ná því hagræði sem hægt að ná út úr því. Já, mér langaði bara aðeins að útskýra. Við erum er svona einföldu mynd af farsíma kerfi, hvað maður er með af búnaði og kerfum til þess að geta boðið farsíma þjónustu heilt yfir og þetta er náttúrulega bara farsímahlutin, við erum auðvitað líka með undirliggjandi kerfi í flutningi og aðstöðu og svo erum við með fastlínu og sjónvarp og internet og það er þessi hluti hérna niður, þessi sendahluti sem að í dag er aðskilinn sem að við einfaldlega erum að setja saman í sameinað kerfi. Það er áfram í raun og veru mjög stór hluti af GSM-kerfunum og farsímakerfunum sem að er bara sitt í hvoru lagi en það er þessi senda hluti, dreifi hlutin sem að fer í nýja félagið. Þannig að mér okkur bara, þetta er svona mikilvægt atriði að hafa í huga að þótt þetta sé mjög spennandi verkefni að þá er þetta náttúrulega ekki, við erum ekki að sameina farsímakerfina 100%, þetta er bara senda hlutin. Og ég haldi áfram. Já, ekki frá. Jú. Við ætlum bara aðeins að fara betur yfir að við erum, eins og Stefán sagði, við erum innviðafyrirtæki. Við höfum byggt upp í gegnum árin mikið af innviðum. Skýringin er af ýmsum toga en af því að ég er búinn að vera þetta mjög lengi þá má segja það að fyrstu árin eftir að símabransinn var opnaður, þetta var áður fyrir bara einokun á markaði, sérstaklega fyrstu árin og það hefur nú reyndar haldið áfram mjög lengi að þá hefur verið mjög erfitt að komast að, fá aðgang, fá aðstöðu í símstöðunum, fá að leigja sambönd og svo framvegis og við höfum bara svolítið svona smátt og smátt verið að byggja upp okkar eigin infrastruktúr og það var stór áfangi þegar að við fengum ljósleiðarann kringum landið og á honum þá byggjum við meira og minna alla þá þjónustu sem við erum að bjóða í kringum landið. Við erum með núna náttúrulega
nýbúin að klára uppbygginguna á RÚV-verkefninu. Það smá eftir í þessu verkefni, það ekki mjög stór hluti en það samt talsverð vinna. En uppbyggingin búin og hérna, þetta náttúrulega heilmikið projekt sem við vorum einmitt að fagna í gærkvöldi, uppsetningafólki og hérna að vera með búnað hérna út allt til þess að gera þetta heilmikið projekt og hérna ná 99,9% dekkun eitthvað sem við erum mjög stolt af. Það vita kannski ekki alveg eins margir að við erum mjög stór, svona næstum því eina fyrirtæki sem að reka útvarpsenda og við erum að við erum að reka þetta fyrir 365. Í því tilfelli þá eigum við sendana og búnaðinn. Fyrir RÚV erum að reka þeirra FM og langbylgju senda og við erum líka með fleiri útvarpsstöðvar sem erum að reka hluta af sendunum. Þannig að þetta heilmikill þáttur í okkar starfsemi. Þótt að hann sé bara svona svolítið undirliggjandi og ekkert mikið á yfirborðinu, svona á markaðnum. Hérna mynd sem sýnir sjónvarpsdreifinguna á þræði sem sagt. Áðan var þetta yfir loftið, stafræna dreifikerfi. Gagnvirknin komin á þessa staði hjá okkur og hérna við notumst alltaf bara við þann aðgang sem bestu hverju sinni og hérna erum að tengjast í gegnum bara þá aðila sem að veita þannig þjónustu. Sem sagt síðasta útinn inn til heimilanna og fyrirtækjana og hérna höfum til dæmis verið að vinna mikið í með þessum sveitafélögum sem hafa byggt upp ljósleiðarakerfi. Þau eru bara orðin nokkur, ég myndi segja 6-7 stykki í dag og við erum á þeim öllum með þjónustu. Já, það var svona algjörlega. Og það náttúrulega, við teljum að þessir innviðir náttúrulega skapa okkur ákveðin tækifæri. Þó við förum í samrekstur við Nova með að senda hlutan sem við teljum vera mjög lógískt skref, þá viljum við auðvitað reyna að nýta þetta sem best, bæði á heildsölu og smásölu sviðinu. Og þetta bara svona aðeins að tengja þetta yfir í svona næsta skref kannski hjá félaginu, allavega mjög mikilvægt svona verkefni á næsta ári. Nú byggðum við mikla sjónvarpsdreifingu á síðasta ári og það má eiginlega segja að við verðum að fókusera á sjónvarpsþjónustuna á þessu ári og bara virkni og viðmót gagnvart viðskiptavinum og svo framvegis. Og þetta verður sérstakt bara fókusverkefni og reyndar búið að vera það síðustu mánuði. Við erum búin að vera að undirbúa kerfin okkar og svo framvegis gagnvart þessu og teljum að við getum komið út bara á næstu mánuði með spennandi nýjungar á þessu sviði. En þetta sýnir svona, þarna maður kannski komin alveg í hinn endan, þarna bara hvað að gerast ofan á innviðunum og okkur finnst það mjög spennandi að vinna áfram með það. Þannig að við ætlum bara, og auðvitað markmiðið einfalt, við ætlum bara að vera best í þessu á Íslandi. Það bara þannig. Og 2015 verður mikilvægt ár til að hrinda því í framkvæmd. Þannig að þetta var svona það sem við vildum deila með ykkur, en ef það einhverju spurningar þá endilega, hvað sem til okkar þriggja. Einhverjar spurningar? Ef svo ekki, þá þakka ykkur kærlega fyrir að mæta og við sjáumst allavega á næstu, vonandi í næsta uppgjöri. Takk fyrir kærlega. Blessaður og sæl, blessaður. Já, ekki svo. Þá fær maður alltaf sæta fræðslu bekk.